Ég að fara að hjóla yfir þessa fínu brú yfir Miklubraut og mig langar að nefna 2 tölur. Fyrsta talan 55 milljarðar. Það upphæðin sem á að eyða til að leggja göng undir Miklubraut. Þessi göng eiga að greiða fyrir bílaumferð með mislægum gatnamótum. En fyrir sama pening var hægt að leggja 500 km af hjólastígum í borginni. Það var sem sagt hægt að hafa aðskilda hjólastíga meðfram öllum götum borgarinnar. Það að byggja upp hjólainnviði miklu betri og ódýrari leið til að greiða úr umferðinni heldur en göng og mislæg gatnamót. Þetta hafa Spánverjar gert til dæmis á Spáni í borginni Sevilla. Þar hafa menn lagt 150 km af hjólastígum á aðeins 4 árum og það kostaði ekki nema 4 milljarða. 10 sinnum minna en þessi 3 km göng hérna sem á að leggja undir Miklubraut. Hinn talan sem ég langaði að nefna 8%. Af því að þegar ég tala þetta þá mér alltaf sagt að jú, það gott veður á Spáni en ekki svo gott veður á Íslandi, þannig að við getum ekki gert þetta. 8% það hlutfall þeirra Íslendinga sem segjast ekki geta hjólað vegna veðurs. Þannig að það 92% Íslendinga sem segja að veðrið sé ekki hindrun. Og hvað þá hindrun? Það jú, ekki nógu góðir hjólainnviðir, ekki nógu góð þjónusta á veturna. Vetrarþjónusta þarf að vera í lagi og öryggismálin þurfa að vera í lagi. Það helsta hindrunin. Hvort þá betri lausnin? 55 milljarðar í jarðgöng eða 15 milljarðar í alvöru hjólainnviði. Al buen vecino, que me compra poca caña.